Já, hæ, naut. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Spá svona eitthvað ástina og eitthvað sem kemur hérna. Hvað í dögunni. Sjá hvað setur. Ég ætla að byrja hérna að fá eitthvað teiningunum minna. Fyrir nautið. Hérna fæ ég krabba og meyju sýnist mér. Það er svona eitthvað MT núna. Krabbi og meyja. Og núna númer 6. Nei, 9. Og það er náttúrulega held ég meyja í 9. Kemur sterkt inn. Það er eitthvað samt yfir 9. Og það gæti verið að þetta sé fólk sem er í kringum ykkur. Eða eitthvað svoleiðis sko. Það er eitthvað verður svona spá og speklar eitthvað. En ég ætla að fá það getur verið eitthvað svona fram og tilbaka eitthvað dæmi. Ég ætla að fá hérna úr þessum hérna Goresis Oracle spilunum. Og eitt svona að sjá svona ykkar energy nautinu fyrir nautið og eitt spil Angel of New Life. Þið fá það sjá ljós það er glera sjá let me now see an exciting new chapter in your life is about to unfold. Það er eitthvað nýtt að gerast og það gæti verið bara náttúrulega sko svona einhverja nýja tilfinningar eða eitthvað sem er eftir að blossa upp og það gæti verið líka bara þið og það er eitthvað svona sem er eftir að opna ykkur svona eye-opening eitthvað það er fullt tungl núna þetta gæti verið bara eitthvað sem er núna að gerast þið fengu þetta spil þetta er svolítið svona líka með já, ég mátti ekki sýna þetta með sjálfsást á sjálfum ykkur og það sem er að gefa öðrum og það er svona að þið eru svolítið að blómstra hérna sko náttúrulega getur verið að sýna þetta spilina þetta sýnir smá nekt en það verður bara lengur að downloadas og þetta er kannski eitthvað sem já eitthvað sem er búið að vera kannski lengi, ég veit ekki en þetta er eitthvað sem þið er að sjá núna eitthvað og þetta er eitthvað gæti verið samband sem er rosalega hýlandi og svoleiðis já, ég fekk hérna líka já, þið nautið, þeir eru svolítið svona high priestess eða sko svona tappið inn á eitthvað energy og þá svona vitið þið svona svolítið meira sko svona inner knowing mætti kalla og þeir eru svolítið að hlusta á það ég fá hérna hvað meira, hver er að koma í ástinni og nautinu
Mér finnst það eins og þetta sé eitthvað sem er að koma upp núna bara næstunni. Það gæti verið bara nýtt samband. Sjáum hvað fyrir nautið. 3 of Pentacles. Já, þetta er eitthvað sem að eftir að þið getið unnið saman og þetta er svona eftir að veit eitthvað svolítið er svona tillökum. 3 of Pentacles. Og 5 of Cups, grief. Já, það er kannski getur verið svolítið eitthvað svona, hefur kannski verið svolítið svona juggling eða svona fram og tilbaka, ekki vita hvað þau vilja og svona fram og tilbaka og það er eins og að þið finnst eins og að hafa verið búið að halda eitthvað svona leyndu fyrir þér og ekki verið búið að segja almennilega frá okkur eða okkur svoleiðis sko. Já, það er eins og þið þurfum að fá okkur eitthvað svona meira upplýsingar eða eitthvað svoleiðis sko, gæti alveg verið sko. Og það gæti verið einhverja 3 manneskjur, þannig líka. Ég fæ allt í einu þessa tilfinningu að það er ekki bara ein manneskja og segja eitthvað fleiri í kring sko. Já, sjá hvað setur. Ég er svona bara að detta inn í okkur. Gæti verið ykkur 53, 35, 23, já, ég var búin að segja 52. Eða 25. Eitthvað með þessar tölur að gera. En það er eitthvað svona nist. En það er eitthvað sem að þarf að, það er, ég finn það rosalega mikið, það er eins og að þið þurfum að vita meira á Kimberly Illusion og svona til að sjá eitthvað betur. Eða kannski einhverja manneskju gæti verið eitthvað í kringum með okkur. Gæti alveg verið. Eitthvað kannski með, veit ekki hvar þið hafi manneskjuna. Við hengum með henn, limbo. Já, þetta er eitthvað svona sem er bara núna svona hvort að þið eigi að taka áhættu eða láta sig vaða og svona, já, þetta er eitthvað sem að kemur 3 of Pentacles inn aftur og það er eitthvað sem að þið eru að taka eftir núna. Það er eitthvað sem að þið eru að sjá, sem að þið sáu ekki áður. En hvað er komið í ástinni? Knight of Swords. Það er ekki vídeo. Ég voru að ásaka þetta smá truflun. En það er svona ákvörðun tekin að vera, sko, þið eru að taka svona ákvörðun að vera ekki spontaneous núna og með ákvörðunartöku. Það er svolítið svona að þið eru svona, já, viljið bara svona taka rétta ákvörðunar núna, eitthvað gæti verðandi þessa mannesku sem er að koma inn eða að þið kannski treysti ekki. Gæti verið eitthvað svona svoleiðis gangi. Fá eitt hérna viðbót.
awareness. Já, en þau eru að opna okkur og taka eftir kannski einhverja manneski sem voru kannski ekkert mikið að spá í og ekki svona hleypa inn. En það er svona eins og að koma svona meira harmoni og svona balans. Gæti verið einhver í búamann líka. Balans hjá okkur. Það er balans í sambandi þegar eins og þeir að fara í samband sem verður meira balans. Getur bara kannski sagt það. Það er eins og þetta er að velja hafna og sjá hlutina betur og svona hlusta svolítið á bara þessum að vera innan á eitthvað með eitthvað. Gæti verið eitthvað síðan í apríl eða eitthvað svona sem hefur verið svona að spá eða í maí, eitthvað samt í maí kannski líka. Svo þetta var einhverjana já, þetta er eitthvað sem er núna að gerast og það er bara eins og þetta er svona bara eins og þeir eru búin að vera í eggi og svona vera að vera ykkur og það er svona eins og að þið eru að koma svolítið bara ný aftur inn eftir eitthvað svona ströggul svona eins og awakening. Það er eitthvað svona með það að vakna og sjá eitthvað eða sjá hlutinu betur ljósi eða eitthvað sem hefur stöðvað ykkur. Það kannski þurfti að losa eitthvað líka. Nei, ég ætla að fá einn af þessu. Það verður eitthvað samskipti núna bara kringum kannski 4. júlí eða eitthvað aðskilur eða svona eða kannski ekki akkurat þarna en það er svona sem að hefur verið ekkert að vera og það er eftir svona breytast svona samskipti og svona opnun á því að hleypa einhverjum inn gæti verið að það sé svona eins og tengt svona þurfa að vera að vinna saman með einhverjum eða það er eitthvað svoleið sko. King of Pentacles, Wheel of Fortune, Fool. Þið eru að fara takið á eftir og eru að fara og svona eru að taka ákvörðun og að fara eitthvað og eftir einhverja svona hugsun eða eitthvað eða svona eftir að íhuga þetta eitthvað og svona sjá hvað þetta gera og þetta getur verið bara það þurfa að breyta eitthvað sem þurfa að breyta kannski eitthvað líka kannski reynsa til eða eitthvað fleiri sko það er naut meira steingeit og það er hrúturinn hérna ljónið já
finnst mikið 9 hérna sko. Það er eitthvað kannski kringum 9 eitthvað sem við sjáum eitthvað. Þetta er eitthvað sem er búið að vera seint að koma inn og það kemur inn núna bara haustið eða eitthvað. Það er eins og þau þurfa að fara eitthvað, að flytja eitthvað eða gera eitthvað. Það er eitthvað svona breytingar, getur verið hreinsað til eða eitthvað fyrir sko. Að þeir sjáu svona árangurinn bara eitthvað. Gæti verið bara svona að fara líka í námskeið eða eitthvað svona. Það getur verið kannski kynnist eitthvað svona, eitthvað kring við það. Eða eitthvað sem er svona verið í hittingi eða eitthvað fyrir sko. Gæti verið líka að þeir sé svona mikið að spá, að vilja vita betur manneskjuna líka, kannski. Það High Priestess hérna. Já, það er svona, kannski vill þessi manneskja sjá betur hvar hann hefur þig líka, getur verið sko. Það er eins og að þurfa að sjá hlutina betur eða eitthvað fleiri sko. Hefur svolítið kannski eitthvað svona fram og tilbaka eitthvað með eitthvað. Eða verður þannig kannski. Two of Pentacles. Já, en það er að koma svona new phase. Það er svona, verður svona meira framöndan, verður svona meira svona jafnt, meira samvinna, það sem áður hefur verið sko eitthvað fram og tilbaka og ekki alveg verið að gefa það sem ekki svona jafnt verið að gefa, og það er svona, verður svona skýrara með það. En það kemur endur á það sko, að þessi byrði sem búið að vera, þá svona kemur endur á það og það verður hérna samband, það getur verið eitthvað gleðskapur eða eitthvað svolítið sko, samband sem við getum svona finnum með. Núna er Pentacles. Og eftir að gefa ykkur rosalega mikla gleði og hvað ég segja. Það er eitthvað svona eins og að það er eitthvað svona að blandast inn í og það er svona, þessi hræðsla að vera svona í einhverju höfnun eða eitthvað svoleiðis sko. En það er svona, þetta gæti verið, ég fæ svo mikið september eða eitthvað svolítið sko, sem að eitthvað samt 9 og þetta gæti verið að þeir eru svona að vera að svona sjá hlutina bara betur ljósi svo að þeir geti tekið svona ákvörðun og eitthvað svolítið, að vera ekki að búin að ákveða sko að þetta verði bara svona og svona og hafna kannski einhverju sem vera að koma inn til ykkar, mér svolítið vera þannig að þið sé svolítið svona að búin að gefa upp einhverju voni eða eitthvað fleiri sko þegar það og svolítið sko það sé svolítið svona einhver hræðsla að það kemur einna gæti verið að sem manneskja sé líka í fiskamerkinu sko. Það er þarna, já, gæti líka verið, já það er fyrir sterkt fiskamerki hérna. Hefur kannski verið að láta það svolítið sitja á hakanum og láta þið bíða kannski eða eitthvað svolítið sko. Eða þú.
gæti alveg verið. En það kemur breyting þarna eftir að farið og svona takið ný skref og nýjan stað eða eitthvað. Það eitthvað svona breytingar sem það gerir. Kannski þurfti að labba í burtu þá svona fyrir að opnast þarna val á milli og það bara svona eins og þau þurfti að sjá eitthvað kannski. Já. Það eitthvað sem kemur inn sem kannski að taka fyrstu skrefin eða tekur ákvörðunina það eitthvað með að gera eitthvað. Finnst eins og eitthvað gæti verið eitthvað svona samt við skóla líka eða eitthvað. Gæti verið kannski spannski að segja bara kennari eða eitthvað sem tengist því. En það eins og mér finnst nætt að þau þurft að svolítið að fara að taka skarið. Og svona, já, þess að eitthvað myndi gerast. Segja. Já, og svo ætla að fá hérna, nei, ég ætla að byrja því að fá hérna og sjá. Það sem að koma inn bara svolítið eftir að þið svona fá ykkur höfnun og þetta svona eins og við erum búin að segja nei og svo sagt já og þetta eitthvað svona eins og eitthvað svoleiðis sko. Þeir eru svona að vinna úr einhverju svoleiðis sko, þannig. Það ekki með gatesmurning. Þá var það kannski eitthvað sem að kannski þið í sambandi við þessa manneskju eða eitthvað, ég veit ekki. En það eins og þarna, þetta getur verið að svona ég algjör júníu. Já, eftir einhvern endir og svona, það eins og að þá kemur nýtt inn, það svona new experience, new life. Og svona að vera að spá spekulera. Það að fá eitt viðbót hérna. Já. Kisses. En það eins og annar aðili sem ekki alveg búin að sína tilfinningar. Sinna svolítið að fela tilfinningar sína. The Knight of Cups. Þetta sem að koma inn sem svona búin að takla úr svo langa tíma. Það kannski að ég held að annar aðilinn hafi verið búin að byggja eitthvað svona vegg í kringu svona í svona vörn og eitthvað. En þetta eins og segir svona eternal love eða já, allar að gefa óhrórin of love. Svona eitthvað, svolítið í gangi. Queen of Pentacles. Já. Gæti verið kannski eitthvað svona vantraust af einhverju svona öðru að sé eitthvað annað í kring og að sé eitthvað svona vantraust í gangi sko. En já, ég ætla að fá eitthvað á þessu hérna. Energy, nei, sexual energy. Hérna fyrir ykkur. Tower. Wheel.
eins og sé svona búið að vera svona endurtekning á einhverju svona, kannski hafi verið samband áður og það er svona, það hefur verið svona sama aftur svona undirbýningsöðrum og svona, það hefur ekki alveg verið að ganga, en það er eins og núna vill þessi manneskja bara svona koma að gera nýja byrjun. Já, þetta er cool. Og þetta er eitthvað sem að kemur snöggt inn. Gæti verið eitthvað samt við líka apríl, mars eða ágúst sem þið getið séð svona að þið getið farið að njóta ykkur eða eitthvað fleiri sko. Hvað meira fyrir nautið? Love, unconditional love, self-love, wholeness, affection. Það er ástina sem að koma inn. Teddy bear. Þetta er einhver sem að geti verið svolítið svona með miklu eða stóru eða svona teddy bear. Eða þá einhver líður bara rosalega vel með þessari mannesku. Og það er svona, getur verið svona að, já, vilja svo strax bara deyta og vera að gera sko. Þetta er svona maður sem það getur svona treyst á, það er svona mikil manneskja, það getur ekki til að vera maður, það getur verið kona. Og það er, þið verður svona að byrja að tala og eitthvað svona. En þessi manneskja vill bara strax að þau fara að búa saman og eitthvað fleiri sko. En það er eins og það er eitthvað svona með pokerface. Svona ekki alveg að segja kannski alveg. Og það er kannski hræðslan það. Pokerface. Þú þurfa svona, það er eitthvað sem það þarf að laga samt við sem áður var kannski. Lúsum það. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Gæti verið að sé svona eitthvað annað á bakvið sko. Get ekki alveg séð það. Ég fæ bara svona tilfinningunni sko. Já, ég ætla bara að láta að duga fyrir ykkur neitt. Þetta er allavega enn sem ég fekk hjá okkur núna. Og eitt hérna. Hjarta. Það er hérna, já. Gæti verið að sé að ykkar tilfinningar sé svolítið núna, svolítið svona, það er hjartaopnun. Og það er samskipti núna á milli sem verður. Það er komandi. Það láta þetta bara duga fyrir ykkur naut. Bye.